Já, komið sæl. Það sunnudagur og þá að heilsa sínir Egils. Tómið þeir undantekningu núna að Gunnar Smári ekki með okkur. En þættinu verður skipt í 2 hluta eins og venja Í seinni hlutanum þá ætlum við að ræða stöðu íslenskunnar í síbreytilegum tækniheimi og til að ræða þau mál koma til mín Guðrún Nordal, prófessor og forstöðumaður Árnastofnunar, Arnar Eggert Thoroddsen, aðjúnt við Háskóla Íslands og Bragi Valdimar Skúlason, stjórnandi Kastmál, Baggalútur og eitthvað þeirra. En hingað á vettvang dagsins komin Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, Ragnar Þór Ingólfsson, Margrét Tryggvadóttir og Aðsteinn Kjartansson. Verið öll velkomin. Takk fyrir. Byrjum á ríkislögreglustjóra. Þetta vont mál fyrir hana og fyrir okkur alls bara, en sérstaklega fyrir hana. Já, heldur betur. Mér veist þetta bara, þetta náttúrulega bara svo, það þarf ekki einu svona útskýra hversu vont þetta þetta bara svo silli, þetta bara svo fáránlegt. Já. En það sem ég finnst kannski skipta mestu máli þetta bara, ég bara borgari, ég vil bara geta treyst lögreglunni og það á bara ekki, það á ekki svona að vera þar. Og annarkvort þetta alveg bara gríðarlegt dómgreindarbrestur eða þá þetta bara botlaus spilling. Það er ekkit þarna, þetta er ekkit á neinu gráðu svæði og þetta er bara fáránlegt og ef þess ríkislögreglustjóra bara amt orðspor lögreglunnar, þá á hann bara að segja af sér. Þetta er bara stærra en hennar persóna og bara vera í þessu embætti. Mér finnst þetta algjörlega út í þetta. Hlaðmann Aðalsteinn, hvað segir þú? Þetta er náttúrulega í rauninni 2 mál. Það er náttúrulega þessi ráðgjafakaup sem eru algjörlega bara galin og ótrúlega og þetta hafi viðgengist svona lengi á þess að ykkur þarna innantýra segja bara herrbyrdu, eigum við alveg að vera að gera þetta svona? Og svo það náttúrulega þessi svarta skýrsla eða minnisblað eða hvað sem þetta heiti nú sem að ráðuneytið birti rétt fyrir helgi sem að sýnir bara að allur reksturinn virðist vera bara í mólum. Þannig að það er ekki bara það sé verið að kaupa ráðgjöf, stjórnenda ráðgjöf til að velja staðsetningu fyrir píluspjald og borga fyrir það 36.000 á tíman með virðisaukarændar, höldum því til það. Heldur að bara ekkert verið að reka embætti sem slíkt. En það náttúrulega dreifur það kannski fram að þú getur verið bara lunginn lögreglumæður á þess að vera til þess hæfur að reka stofnun og fara með fjármál eins og ykkur rekstramæður. Þannig að þetta eru 2 mál, það er kannski heppilegt fyrir ríkislögreglustjóra að þetta skuli lenda einhvern veginn svona saman að við náum bara að tala eitt í einu yfirleitt. Þannig að en já, ef hún tilbúin að horfast í augu við það að hennar vera þarna áfram dregur úr trausti almennings, leyfum mér að fullyrða til embættisins, þá náttúrulega eina í stöðunni að fara sama hvort að niðurstaðan sé að hún hafi brotið lög eða eitthvað en þegar þú ert svona embættismaður, þegar þú fær þessi völd eða þegar treyst fyrir þessari ábyrgð þá þarftu stundum að bara axla ykkur ábyrgð þó þú hafir ekki endilega brotið lög. Ásýnd og áferð skiptir líka máli þegar þú ert í svona stöðu. Eins og forverðin hans þarf við þurft að gera. Já, enda það nú samt ekki á því að það þurft að semja starfslok og hann fekk bara... En dýrar fyrir okkur öll. Já, náttúrulega enga heimild til. Já. Ragnar, hvað segir þingmaðurinn Ragnar Þór? Já, hann segir bara allt gott, en í þessu máli ég bara get tekið undir það sem hefur komið hér fram og líka sérstaklega ljósið þess að þarna verið að segja upp reyndu fólki í hagræðingarskyni og þetta skuli koma síðan ofan í það þetta, hvað sé svona botnlausa bruðl og hvernig var já, bara allt í kringum þetta bara, ég bara get tekið undir það hjá Margréti að ég held að henni sé ekki stætt á að sitja í þessu embætti. Ég held að það blasi alveg við og þegar þetta kemur einmitt ofan í þessar niðurskurð og uppsagnir að þá gerir þetta eitthvað með málið ennþá verra og slæmt var það fyrir.
En lögmaðurinn, hvað segir þú? Þetta lítur mjög illa út. Já. Þannig að þetta slær mann eins og það hafi ekki alveg verið fylgt í sem á að fylgja og það skiptir auðvitað miklu máli að svona embætti ríkislögreglustjóri hafi trú og traust almennings og fari eftir lögum og reglum. Það er auðvitað verið að skoða þetta mál í ráðuneytinu og svo skoðun var byrjuð áður en þetta mál með píluspjöldin og jyskferðirnar og svo framvegis kom upp og ég trúi því bara að ráðuneytið muni taka á þessu máli að festu. Það slær maður líka að ríkisskattstjóri hafi fyrir einhverju síðan sent yfirmönnum stofnana munin á því hvað er að vera launþegi og hvað er að vera verktaki. Þannig að þetta lítur illa út og það verður að hugsa fyrst og fremst trúverðu leika þessara stofnunar sem að skiptir okkur auðvitað höfuðmáli að lögreglan hafi fullt traust. Já. Þannig að þetta mál er ekkert búið. Nei, það heldur sjálf örugt. Svo við töfum ekki ræða neitt mikið meira þetta er bara á einhverju stigi en samt sem áður þá var það gefið út að þetta fjölga lögreglumönnum 50 en hún var búin að segja upp einhverjum áður en þetta mál kom upp. Þannig að þessu eru hérna ekki. Nei, svo virðist líka vera að það sé töluvert mikið magn af sérfræðingum en ekki lögreglumönnum innan embættisins. Ég þekki það ekki nákvæmlega en eflaust þarf að einhverju leyti að blanda slíkum störfum saman. Það virðist líka svolítið koma upp úr deiglunni að það sé svolítið óljós mörk á milli embætta eða stofnana lögreglunar þannig að þetta slær mig svolítið að það þurfi að fara í bara verulega skoðun á þessum bara málaflokki í ráðuneytinu og það eru þetta nýlega komin út þessi skýrsla embættismannakerfið og ég held að svona flestir séu þeirra skoðunar að embættismenn eru allt og margir á Íslandi og spurning í rauninni hvort að það þurfi ekki að fara aðeins betur yfir það hvað er verið að nota peningana okkar í og hvort að sé virkilega þörf fyrir því að maður hefur það stundum á tilfinningunni það er nú komið 23 ár síðan að ég vann síðast hjá ríkinu þá hafði ég verið síðastu lögfræðingur í félagsmálaráðuneytinu og hef síðan unni hjá sjálfri mér að ég hef það stundum á tilfinningunni að ríkisstarfsmenn séu að gera fátt annað heldur en að funda með sjálfum sér og gera skýrslur sem engu til gagns í staðinn fyrir að framkvæma hlutina. Þannig ég held að þetta sé eitthvað sem að þarf að skoða miklu betur og ég bara trúi því að ríkisstjórnin fari vel í þessi mál. Er ekki svolítið svona mikið mál fyrir Þorbjörg Sigríði Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra að grípa rétt inn í þetta? Jú, og munur örugglega að reyna á það. Það er náttúrulega búið að vera... Ég segi, hún vill ekki sökkva með. Já, ráðherrann sökkva með? Nei, ég segi það, hún vill ekki fá þetta kusk á sig. Nei, ég nú mun náttúrulega líka að reyna á það hversu erfitt er raunverulega að segja upp ríkisstarfsmönnum og hvort að það eigi við almenna ríkisstarfsmenn eins og umræðan gjarnan eða hvort það sé ekki aðalega stjórnendur. Nýbúið að skipa Sigríði Björk í þetta embætti aftur til 5 ára og við vorum aðeins að minnast á starfslokasamningi sem var gerður við fyrir hennar í starfi en er viljinn til þess að viðhalda kerfinu bara eins og það og hefur fungerað þá náttúrulega fer hún ekki neitt og þetta verður sett í einhverja nefnd og þá er jafnvel skipaður einhver starfshópur eða spretthópur eins og stjórnmálamenn eru mjög gjarnir á að gera fundur náttúrulega upp þetta nýja hugtak spretthóp fyrir ekki svo lengur síðan eða þá að það verður bara þessi ríkisstjórn og þessi ráðherra sýni það að það hafa orðið hrein valdaskipti síðustu kosningum og ég veit ekki hvað er langt sem við vorum með dómsmálaráðherra sem ekki komur auðvitað Sjálfstæðisflokksins til dæmis hvort að það muni breyta einhverju hvort að skipti eins og stundum við talað að skipti máli hverju stjórna og eitthvað svona þetta er alltaf að fara að koma í ljós þetta er bara svona fyrir leikmennir sem mig spennandi að fylgjast með að sjá hvað ég stilli væntingum í hóf og ég ekkert að kalla eftir því eitthvað ég persónulega að Sigríður Björk verið sett af en það er verið að takast á við skort og trausti það er eitthvað viðvandi sem er búið að vera frá hruni það á við stjórnmálastéttina það á við lögregluna þó hún hafi almennt notið meira traustseldur en margir það á við fjölmiðla og annað og hér er bara kjörið tækifæri til þess að segja bara, hér skiptir embætti sem slíkt meira máli heldur en persónan sem að gegni því og við ætlum að byggja upp traust. Þannig að það verður spennandi. Ragnar, þú kannski hefur eitthvað svona insight hvernig þetta fungerar. Verður spretthópur? Nei, ég held nú að vera nú ekki spretthópur en ég hef búin að sitja í mörgum spretthópum og aðgerðarhópum sem að hafa síðan einhvern veginn eitthvað skilað
þegar uppi staðið en ég held að þú veist, það alveg mörg jákvæð mál í gangi varðandi sameiningarstofnana og ég held að sé líka bara skipti máli eins og maður hefur svona lært á þessu stuttu tíma sem maður hefur sittið á þingi að þetta rosalega stíft og seinvirkt kerfi sem við erum með bara að sko koma áfram úrræðum fyrir börn með bæði fjölþætta vanda og sérstaklega alvarlegan fíknivanda þú veist, það kveiknar í stöðlum og það ekki hægt að gera neitt vegna þess að það stoppar einhver meginn allt í á framkvæmdasýslunni eða það að fara að það ekki hægt að fara í verkefnin nema fara í einhver heildar endurskoðun og sjá hvort það sé hægt að gera eitthvað meira. Þú veist, ef það myndi til dæmis kveikni í barnaspítalanum að það færi að gera einhver sérstök úttekt á því hvort að þú veist að þú væri ekki að fara að raunin að bjarga því sem hægt að gera til þess að koma starfsemin aftur á stað og gera það með tiltölulega skömmum hætti sem að fyrir ætti að vera tiltölulega einfalt en einhvern veginn tekst sko stjórnsýslunni einhvern veginn að flækja og tefja og þú veist, þetta bara mjög óskilvirkt kerfi og það það sem að ég kannski svona helst að skoða í dag bara út frá mitt húsnæðismálunum út frá einmitt einu þeim ráðuneytum sem að við tengjumst barna- og menntamálaráðherra af hverju þetta strandar í stjórnsýslunni lífsnauðsynlegar verkefni sem eru bara upp á líf og dauða af hverju það er ekki hægt að keyra þessi verkefni áfram. Er það embættismenn sem eru að stoppa þetta? Ertu að segja það? Já, sko það er einhvers staðar brotalöm í stjórnsýslunni þegar að við getum ekki einhvern veginn brett upp ermar og keyrt verkefnin áfram verkefni sem að eru bara på líf og dauða fyrir einstaklingar sem eru mjög veikir. Og ráðherra að tala þannig líka. Já, ég meina það skortir ekki viljan, það skortir ekki fjármagni, það er bara, þú veist, það er ákveðna reglur sem að þarf að fara eftir, það eru jú hægt að fara í flýta verkefnum ef það eru neyðarástand, sannalegt neyðarástand að ræða sem er svo sannlega í þessu tilfelli en það eru bara kannski eitthvað sem ég get ekki úttalað hér en það er eitthvað mikið að Herri, má ég aðeins að klára þetta hérna með Sigríði lögreglustjóra að ég hlustaði á vikulókin í gær svona með rúmlega einu þeirra og ég heyrði ekki betur Grímur Grímsson alþingismaður og fyrrverandi lögreglumaður hann hérna var að segja að það er bara að setja hana af og þá var sagt hún er flokkssystirinn já það breytir engu sagði hann eitthvað og ég aldrei hún sé viðreisn, ég veit ekkert bara, ég vil bara koma að segja að hérna Grímur var ákveðin, hún var alveg saman með það þá var það komið, þetta ég vildi koma að sagða en hérna þetta sem þú veist að tala þetta neyðarástand og fólk bara æpir eftir lausnum, fólk að fara með börnin sín sko til Afríku Mér svolítið merkilegt að ég hef svo sem áður en að ég útskrifaðist úr lagadeildinni fyrir sirka 30 árum síðan ég var starfandi fangavörður með námi bæði Hegningarhúsinu og lítillega í Síðumálafangelsí og ég man eftir eitt sumar og komið þarna inn 3 ungir drengir sem voru að setjast inn í fangelsi í fyrsta skipti og ég ræddi töluvert við þá og þeir ræddu það að þeir hefðu alltaf trú á því að það eru aldrei brugðist við og svo loksins voru komnir í fangelsi og það væri engin úrræði þannig að þegar þeir eru opna út á skólaverðstíðum klukkan 8 morgunin að þá vantarlega væru þeir komnir í eitthvað greni 5 mínútum seinna og ég hafði töluverðan áhuga á þessum málaflokki á þessum tíma og hafði hugsað mér að starfa við þetta en fyrir einhverja tilviljun lenti í þessum húsnæðismálaflokki sem að ég er ennþá í 30 árum seinna en fréttir undanfarni og það sem hefur verið að gerast þessum stöðu mæðurnar sem er að fara með börnin sín til Afríku það sló mig svo, ég hef í rauninni ekkert sett mig inn í þennan málaflokki í núna rúm 30 ár því ég skrifaði lokaritgerðina mína sáttaumlítun og sviði refsiréttarvarðandi unga afbrotamenn og ég hef einhvern veginn ekkert tengst þessum málaflokki en það sem hefur slegið mig og umræða núna er svo að það hefur ekkert breyst á þessum rúmum 30 árum, ekki neitt, við erum á sama stað og þá hugsaði ég, eru endalaust búin að vera starfshópar, er endalaust búið að vera fólk að búa til skýrslur á þess að framkvæma, að reyna að finna lausnir og funda með sjálfur sér sem er því miður allt of algengt virðist vera hjá ríkinu, þannig að það er einhvern veginn, það virðist ekkert vera að gera og það sló mig hvernig í rauninni ráðherra, varnarmálaráðherra tjáði sig þessi mál. Það fannst mér eftir þetta verð og í rauninni
að svona, þetta eru mæður sem eru að leita úrræða. Kerfið á Íslandi grípur ekki þessu börn og það er einhvern veginn svona skilningsleysið sem að virðist vera og áhugaleysið. Það verður að fara að gera eitthvað. Við þurfum að hugsa börnin okkar. Það er svona eiginlega grundvallaratriðið. Börnin og ungt fólk. Það er svona það sem við verðum að hugsa Annars skiptir minna máli finnst mér. Og þessi sem hafa svona leiðist út í eitthvað óheppilegt sko, að það náttúrulega veik fyrir og bara, eins og segja, það bara lífsætta, áspenna lífsætta bara, það er þannig. Það er þannig. Það er náttúrulega líka sko vangeta stjórnvalda til þess að bregðast við eins og Guðfinna vorst að benda á að þetta er bara sama umræða búin að vera í áratugi. Ég þekki ekki það að hafa hlusta á opinbera umræðu öðru sér heldur en að vera að hlusta á nákvæmlega þessi vandamál. Þetta hlýtur að spila líka inn í þetta vantraust sem ég voru að tala áðan í tengslu við sko trausti stofnara og lögreglu að við erum búin að tala um þetta svo lengi og ég veit svo sem ekki, ég hef ekki tölaði hvort það hafi verið einhverju spretthópar þetta eða starfshópar eða skýrslur eða eitthvað en við hljótum að vera bara sammála það og þá, þú veist, til hvers eru stjórnvöld ef ekki til að leysa svona vandamál og meðan það er ekki gert þá er eðlilega lítið traust til stjórnvalda og saman hvort að það sé út af embættismönnum eða stjórnmálamönnum eða við komum okkur ekki saman hvernig að fjármagna þetta eða hvað, kannski þurfum við bara að hætta að gera eitthvað annað og meðan við lesum þetta, ég veit það ekki mögulega, kannski þurfum við að afla meiri tekna, ég veit það ekki heldur ég er blessunlega ekki búin að bjóða mig fram til þess að leysa þetta en þetta snýst ekkert alltaf vilja eða fjármagn þegar þetta farið að snúast skriffinsku og Já, en Ragnar, hver skrifar reglurnar? Já, ég er að segja það á þessum stutta tíma sem maður hefur verið að koma inn í þetta umhverfi að finnst mér í sjálfu sér ótrúlegt að hvernig einmitt kerfið einhvern veginn vinnur svolítið svona gegn sko málum sem að eru bara bara eins og bara neyðarástandi sem skapaðast þetta brunninn og stuðlum það er auðvitað fullt að gerast sem er jákvætt varandi úrræðin ég meina Gunnarsholtið er væntanlega opna núna í desember og það er búið að opna hluta á stuðlum aftur og Blönduhlíð þannig að það Er það ekki Ásmundur Einar Úlfsson? Já sko loksins þegar það opnaði en þetta eru þá úrræði sem eru raunverulega að opna en ekki bara ekki bara einhverjar hvað segja svona myndatökur og 4 dægri kosningar og síðan er líka verið að leysa ákveðið ákveðna tókstrit á milli Garðabæjar og ríkisins varandi kostnað við innviði og gatnagerð og ýmislegt annað varandi meðferðarheimili þar og það hillir í að það leysist en þetta er óbáslega seinvirkt og mér finnst kerfið það þarf auðvitað að breyta einhverju í þessu kerfi og það er það sem að ég er svona Þú ert svolítið gagnrýnin á embættismannakerfi þið finnst það sem stjórnmálamaður vilt fara ákveðið hratt en það eru bara hraðahindranir í ráðuneytunum ég ekki endilega bara í ráðuneytunum það getur verið í stofnunum sko, ríkisstofnunum eins og bara til dæmis framkvæmdasýslunni og þannig að þetta er bara svolítið eins og hindrunarhlaup þegar maður vill setja hausinn svolítið fram og keyra hlutina áfram að því að þetta er ofta ekkit flókin viðfangsefni að leysa en ætti ekki að vera það en leiðin að þeim, hún er miklu torveldara heldur verkefni sjálft. En er ekki líka oft þannig að það er stundum vantar kannski þekking og reynslu inn í stofnanaráðuneyti því að það eru þetta oft þannig að fólk er búið að vera hjá ríkinu í mörg ár. Ég man alltaf eftir þegar ég hætti í ráðuneytinu 2002 þá var ég sem sagt búin að vinna í 5 ár í húsnæðisstofnun Íbúðalánasjóðs og síðan síðustu 2,5 ári í ráðuneytinu og mér fannst ég kunna allt í húsnæðismálum ég var búin að búa til lagafrumvörp og reglugerðir og úrskurða og gera aflýsgerðir og ég var búin að kenna og ég veit ekki hvað og mér fannst ég algjör snillingur en þegar ég fór út í hinn stóra heim og fór að vinna sem lögmaður fyrir einstakling og félög þá uppgötaði það ég kunni akkurat ekki neitt þó ég hef verið ríkisstjórnarmaður svona lengi og séð þennan málaflokk og verið svona yfir þessu og kenna þetta úrskurða og svo framvegis og ég er ennþá að læra 30 árum seinna og það hefur stundum verið þannig að ég auðvitað bara horfa á þetta utanfrá ég er auðvitað bara ekkert inn í þessari pólitík eða neinu slíku eða einhverju svona vinnu á vegum stjórnvalda að mér finnst stundum að það vantir þekkingun og reynsluna þarna inn og ég til dæmis
ef ég horfi bara til dæmis, það er alltaf verið að tala þessa einföldun og byggingarreglugerðinni, þá sem kannski aðeins komin út í þetta sem er nú kannski ekki alveg strax, að þá eru þetta byggingarfulltrúar embætti í Reykjavík sem langstærsta embætti og þekkir þetta mest, það hefur svolítið skort að sko nýta þekkingun og reynsluna, hvernig vinnubröðin passa til þess í rauninni að það sé hægt að einfalda hlutina sem alltaf verið að segja ég einfalda en engin veit hvernig á einfalda. Þannig að það svolítið þetta og sko ég fagna því að Ragnar Þór sé í þessum húsnæðismála pakka fyrir ríkisstjórnina því ég trúi því og treysti að hann ætlar að keyra þessi mál áfram í staðin fyrir að búa til enn einn hópinn og skoða enn eitt og hitt og þetta en þeir búa að tala og gera ykkur húsnæðisáætlanir endalaust síðustu árin og það hefur í rauninni ekki skilað miklu. Það er alltaf merkilegt að við erum svo ofta að tala einhverjar hindranir og beinir þessu ekkert eitthvað sérstaklega á okkar Ragnar og það er náttúrulega stutt síðan að frá meirihluti sem þú tilheyrir tók við og bara allrar sanngirni gætt. En það eru 63 þingmenn, það eru 10-15 ráðherrar eftir hvenær það er. Hver og einn ráðherra er með 2 aðstofamenn, ríkisstjórnin svo með 2 eða 3 aðstofamenn og okkar ráðgjafa. Svo eru þingflokkarnir með 4, 5 og 6 starfsmenn hver. Það hlýtur að vera hægt að bara reiðja þessum hindrunum úr vegi. Við bara getum ekki verið áratugi að tala það sé ekkert hægt að gera af því að embættismannakerfi sé einhvern veginn og ríkisstarfsmenn sé einhvern veginn. Þú veist, leysum bara málið. Þið hafið fullt umboð til þess, fáið bara tækifæri til að skrifa ykkar eigin lög og bara afgreiða þau og þurfið eiginlega ekki að ræða við neitt nema ykkur sjálf það. Þannig að það hlýtur að vera hægt að leysa þetta. Já, það hlýtur að vera hægt. Já, upp á þessu marki og það er alveg rétt að þú veist, við erum auðvitað komin í það aðstöðu til þess að geta breyti sem þarf að breyta til þess að hlutinni gangi betur fyrir sig. En þú veist, sen er þetta auðvitað líka ekki alveg svona einfalt, ef við tek til dæmis Úlfarsárdalinn sem dæmi, að auðvitað hefði verið heppilegast að deila þeim gæðum í byggingalandi og koma því inn í félag sem að til dæmis bara inn í byggingafélög verkalýðshreyfingarinnar til þess að byggja upp hagkvæmt húsnæði og bara tryggja að svo hagkvæmni myndi skila sér beint til fólksins. En það er ekki hægt vegna þess að það eru þetta ekki bara reglur útboð, hverju má deila út, hvaða gæðum og sömuleiðis líka Evrópureglugerðir líka. Og við, þú veist, ef við höfum farið til dæmis þá leið að koma því byggingalandi bara inn í eitthvað félag sem væri bara búið að ákveða fyrirfram. Við hefum fengið á okkur örugglega fleiri kærur heldur en við gætum hreinlega bara komist yfir og það myndi ekkert gerast að næstu árin eða bara jafnvel áratuginn. En svona einfalt mál eins og að gera úrræði fyrir börn með fíknivanda, það þarf ekki að fara í svona, þú veist, þetta eru atriði sem þið getur bara leyst. Já, en þú veist, við vildum fara með þessi úrræði í gegnum, þú veist, það er hægt að flýta ákveðnu ferlum og uppbyggingu, þú veist, ef það er sannlegt neyðarástand að ræða sem að svo sannarlega var í þessu tilfelli en þetta gekk bara ekki algjörlega svona fyrir sig í gegnum stjórnsýsluna, því miður og það er bara líka hlutur sem að ég er að fylgjast með og við erum að greina vegna þess að þetta er bara ekki í lagi og það þarf að taka á þessu. Þar eru við sammála. Já. Sko, þegar var skrifa undir byggingu húsins í Garðabæ þá var tengdadóttir mín forstjóri barnaverndarstofu og hún er á þessum myndum sem eru birtað frá þessu, hún er löngu hættar reyndar en þá var svo mikil von sko. Það ætti að fara að byggja þarna í Garðabænum og það er ennþá bara að vera að byrta myndir þegar fólkinu er að skrifa undir fyrir 7 ára með eitthvað. En svo er þetta líka, þú veist, þarna er ágreiningur ef ég skil það rétt, einhver kostnað, hvort hann er lenda á ríki eða sveitafélaginu eða hvað er lenda hvar, ef ég skil það rétt. Já, það er styrra. Og í staðin fyrir skiluru að bara loka fólk inn í herbyggi, þú veist, í 2 daga eða eitthvað skiluru, eða hjá ríkisáttasöðum mér að þá er einhvern veginn bréfaskrift þar sem að, þú veist, það fer eitthvað erindi og svo því ég get svarað það stollað í hálft ár og í ráðuneytinu náttúrulega þetta er utan við sjóndeildarhring fólksins sem að, þú veist, skilur er að vinna í þessum málaflokki. Þetta er að gerast einhvers staðar annars staðar, milli sveitafélags og hvað, fjársýslunar eða ég veit ekki hvaða stofnunar og
þetta bara rosalega erfitt að eiga við eitthvað en ég meina en þetta verður að laga og það verður einhvern veginn að bæta svona alla þessa ferla. En ef við fara að tala málmálana, það húsnæðiskreppilandurinn. Snjórinn. Hann farin við okkur, meira minna sko. Það sem betur fyrir tók hann fljótt af sko, En akkurat með að vestra vetrarfærðin var að þá náttúrulega drógu aðalega ríkisstjórnarinn okkur upp í hæstu hæðir í Reykjavík til að kynna húsnæðispakka. Í útkverfið. Ég treysti mér ekki til að kæra á nýju vetrartækjunum mínum, ég fylgdist bara með þessu í streymi. En mér finnst náttúrulega dásamlegt að Samfylkingin hafi í rauninni komið með þessa stefnubreytingu og verið tilbúin til þess að fjölga íbúðum í Úlfarsárdal, því það auðvitað búið að vera að reyna að fá Samfylkinguna frá árinu 2014 í það. Ég var nú í borgarstjórn 2014 til 2018, ég veit ekki hvað ég flutti margar ræður að fjölga íbúðum í Úlfarsárdalnum fyrir ungt fólk og tekjulága og það var engin stemming fyrir því hjá Samfylkingunni, en ég man eftir því þau samþykktu loksins tillögu frá mér sem var nú einhvern tímann í árslok 2015 að fjölga íbúðum 450, þau voru nú ekki til í meira og það tók 3 ár í skipulagi þessar 450 íbúðir. Þannig að það hefur í rauninni verið sko, Það er þá búið að byggja Þetta er náttúrulega byrjaði 2015 síðan er liðin 10 ár. En það sem er í rauninni að þegar ég var þarna í pólitíkinni í borginni í þessi 4 ár 2014 til 2015 og flutti endalausar ræður það að fjölga lóðum og uppbyggingu í Úlfarsárdalnum vegna þess að það var náttúrulega aðalega verið að byggja hér á þéttingarreitum og lóðum sem voru í eigu verktaka því borgin var ekki að úthluta þessum lóðum því að ég man fyrstu 3 ár frá 2014 til 2018 eða 2017 fyrstu 3 árin það úthlutaði borgin 14 fjölbýlishúsa lóðum með 5 íbúðum og fleiri og það var byrjað að byggja eina þessa íbúð eða eitt þetta hús á þessu tímabili og það var síðast verið að úthluta núna einni af þessum 14 lögum sem úthlutuðu þá og það er hérna Vesturbugtin. Þannig ég fagna mjög þessari stefnubreytingu Samfylkingarinnar að vilja loksins byggja á þessu svæði meira. Það er auðvitað þannig að það er þessi húsnæðispakki hann er auðvitað, það vantar auðvitað meiri upplýsingar og útfærslu og slíkt varðandi hann en það er ekki annað hægt heldur en bara fagna því að það sé komið eitthvað fram og það eigi að fara að gera eitthvað. Við erum auðvitað búin að hlusta á það núna í rúman áratug að það ríkisstjórnin sem taka við hafa alltaf að grípa til mikilla aðgerða í húsnæðismálum og það hefur nú orðið kannski ekki mikið efndir, það hefur eitthvað verið gert, það var náttúrulega auðvitað stofnað, sett á laggirnar þessi hlutdeildarlán og síðan stofnframlögin varðandi almennu íbúðirnar. Það er auðvitað þannig að leigumarkaðurinn í Íslandi er svolítið sérstakur vegna þess að 60% leigusala eru einstaklingar. Þetta er ekki fyrirtæki, þetta er ekki hagnaðardrifin fyrirtæki. Ég minna að síðast hafi verið 13% í könnun sem að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun gerði, það væri 13% leigusala á markaðnum hagnaðardrifin leigufélög. Það er nörgulega áskömmul könnun, ég hef nú ekki skoðað það nýlega. Þannig að ég fagna því að það sé sérstaklega hugað að ungu fólki og tekjulágu fólki því að það er hópurinn sem við þurfum og hefum þurft að einbeita okkur að í þessum húsnæðismálum. Það er auðvitað þannig núna að það eru auðvitað fullt af hlutum þegar ég las húsnæðispakkann, ég prentaði nú til þess að ég myndi nú muna þetta því þetta er auðvitað alveg nýtt að það eru auðvitað fullt af hlutum sem það vakna spurningar hjá mér. En ég hugsaði fljótlega þegar ég las hann ég ætla ekki að reyna að geta eyðurnar vegna þess að það er náttúrulega fullt þarna sem á eftir að svara en ég ætla ekki að reyna að geta eyðurnar, ég ætla bara að hlusta á það sem að ríkisstjórnin mun upplýsa og það eru auðvitað stærst þarna eru Úlfarsárdalurinn og það var samþykkt þarna í borgarráði fyrir helgi að fara í hvað útboð eða svona hugmyndir að koma á þessu innviðafélagi einhvern veginn af stað og við vitum það auðvitað 4.000 íbúar úr Úlfarsárdalnum, þetta eru kannski þá yfir 8.000 íbúar og ég man nú ekki hvort að það séu 8.000-9.000 íbúar í Úlfarsárdalnum og Grafarholtinu samtals í dag þannig að þetta er rosalega uppbygging það þarf að fara mikil innviða uppbyggingastað það er náttúrulega ekki hægt að komast inn út á hverfinu eins og staðan er núna, það þarf að byggja skóla og leikskóla og vegi og alls konar lagnir og ýmislegt. Þannig að kostnaðurinn verður náttúrulega gífurlegur og þetta mun taka mjög langan tíma nema það verði í rauninni bara farið alveg fullfoss í það að skipuleggja og gera hlutina vel. Það er eitt sem ég hef reyndar alltaf haft svolítið áhyggjur af því að svona kannski svo flestir Íslendingar
Að Íslendingar vilja almennt ekki vera á leigumarkanum. Það þetta bara, við erum með þetta séreigna fyrirkomulag sem var í kringum aldamótin 83% af öllu húsnæði sem hefur fækkað náttúrulega verulega núna síðustu árin. Það svona spurning það sem ég velti fyrir mér og Ragnar þó náttúrulega þekki betur, hvort að það sé endilega þetta almenna íbúðakerfi sem þetta bara stig 2 nokkurn veginn af svona annars konar félagslegum leiguíbúðum en heitir þessu flotta nafni almenna íbúðakerfið. Hvort að það sé kannski betra að það er meira fjármagn sem fari í hlutdeildarláni, þetta auðvitað fólk á öllum aldri sem fer í almenna íbúðakerfi, ég náttúrulega þekki það ekki, það vantarlega búið að reikna þetta út, hvað skilar meira og svo framvegis, ég náttúrulega þekki þetta ekki svona nógu vel. En mér finnst ég bara glöð að ríkisstjórnin ætlar að ráðast í þessa uppbyggingu á samt Reykjavíkurborg að fjölga íbúðum í Úlfarsárdalnum. Það þetta fullt af atriðum þarna sem óljós og þessi einföldun á byggingarreglugerðinni sem við höfum þetta heyrt í fjölmiðlum margoft að það þetta búið að breyta lögum mannvirki ítrekka til þess bæði að lækka byggingarkostnað og einfalda stjórnsýsluna og það hefur aldrei gengið upp. Eina sem hefur í rauninni gerst það að eftirliti verður alltaf minna og lélara. Þannig ég svolítið spennt að sjá hvaða einföldun það sem á að fara fram því ég hef aldrei heyrt neitt hana beint og þeir byggingarfulltrúar þeir sem starfa við þetta svona frá degi til dag sem ég tala við þeir átta sig heldur ekki á því. Mér finnst þetta kostur að þá einfalda byggingarreglugerðina þannig að þá að vera í leiðbeiningablöðum svona nánar útfærsla. Byggingarreglugerðin náttúrulega óskiljanlegt fyrir venjulegt fólk að lesa því það hvorki lögfræðingarnir tæknistéttir sem að skilja hana og það hefur verið þannig að túlkun mismunandi eftir sveitarfélögum og það var mjög gott þegar Mannvirkjastofnun fór inn í Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og allir sérfræðingarnir þar með sem gátu upplýst þegar maður hringdi og spurði eitthvað þá gátu þau sagt manni en því miður þá bara hætti töluverið fjöldi af þeim fljótlega eftir þessa sameiningu. Það Ragnar aðeins Ragnar. Ég get alveg endalaust. Það var ítt að takka það fyrir ég. Hvað hægt að koma mörgum íbúðum fyrir í Úlfarsárdalnum? Það virkilega í norður hliðinni sem sagt að átt að Vesturlandsveginu? Fyrsti fasinn á svæði sem að kallast M22 sem hérna fyrir aftan og Bauhaus þeim megin í dalnum. Og ástæðan fyrir því að við að byggja upp í Úlfarsárdal er alls ekki nýtt að nálinni eins og hefur komið fram hérna að við byrjuðum fyrir 5-6 árum síðan á vettvangi verk og að kalla eftir því að það hérna byggt meira í dalnum og það hægt að fara alveg inn úr og svæðið þolir alveg 10.000 íbúðir og það það sem við höfum verið með augastað á en þá þarf að breyta svæðisskipulaginu eða breyta vaxtamörkum til þess að sá hluti komist síðan í skipulag og endanum í framkvæmdir. Er ekki trjáskógur hann? Jú, það er skógur aðeins innar og hérna en svæðið er frábært til búsetu inn af dalnum og hérna en þetta er fyrsti fasinn sem við erum að tala um og við byrjuðum að setja mjög mikið púður í þetta í febrúar að reyna að finna leiðir til þess að hraða þessari uppbyggingu eins og kostur og þess vegna var Úlfarsárdalurinn fyrir valinu vegna þess að þetta er svona eiginlega eina svæði sem hægt að raunverulega flýta uppbyggingu af því byggingarlendi sem í boði. Það er ekkert margir kostir. Það er búið að koma þessu í einkaeigu eða eigu fjárfestingarsjóð eins og Blikastaðalandið, Vífilsstaðalandið er í eigu fjárfesta, þekktara fjárfesta og svo framvegis fyrir okkur sem erum að byggja upp og höfum byggt upp óhagnaðardrifnu félögin þá er dýrt og flókið. Það er mikil áskorun að byggja á þéttingareitum eins og niður á Valsreiti eða upp á Háletisbraut, það sem er mikil umferð, hljóðmengun og ýmislegt annað. Þetta er mjög kostnaðarsamt en það er ódýrt auðvitað fyrir borgina að úthluta lóðum innan þéttingar því að það fylgir engin innviðakostnaði fyrir borgina eða fyrir sveitarfélög almennt að þétta. En það er langt ódýrast fyrir okkur að geta byggt upp ný hverfi og byggt upp hagkvæmt og þess vegna er verkefni mjög mikilvægt og við höfum líka verið að finna leiðir til þess að flýta öllu skipulagi til þess að koma þessu í framkvæmd eins fljótt og mögulega hægt er og við gerðum samkomulag við borgina þegar við vorum að koma að bjargi af stað á sín tíma að þá
þá vorum við bara alltaf einhvern veginn í einhvern bunkum og röðum að reyna að byggja upp hagkvæmt húsnæði. Við fengum svona innspýtingu eða hvað að segja, svona hjálp innan borgarinnar þar sem vorum með tengiliði til þess að keyra það verkefni af stað hratt og vel og það skipti öllu máli fyrir okkur að vera með hvað að segja, svona aðstoð innan borgarinnar til þess að flýta þeirri uppbyggingu því verkefni og það er það sem við erum að kalla eftir varðandi Úlfarsárdalinn að það verði settur saman kraftur í þetta og þeirra Bjarg fór á stað og ég get nefnt ykkur tölur að í fyrra þá var meðallegan hjá Bjargi 180.000 mánuði og frá því draga síðan húsaleigubætur og ég skoða nú bara í fyrradag það sem í boði af sambarlum 2-3 herbergja íbúðum sem bara 3 herbergja íbúðum eins og til dæmis í Ölmu leigufélagi í útkverfum það ekkit undir 375.000 mánuði. Þetta það sem undir hjá fólki sem tekjulágt en Bjarg auðvitað innan almenna íbúðakerfisins eitt af þeim atriðum sem farið í húsnæðispakkanum og stofnframlögin verða hækkuð 30-35%. Það skiptir gríðarlega miklu máli fyrir félög eins og Bjarg og fleiri félög sem byggja inn í almenna íbúðakerfinu. Þetta lækkar þann hluta sem það að taka lán fyrir og það lendi afborganir og það lendi hægt að lækka leigu eða þá þetta komið til móts við hækkandi byggingakostnað sem hefur auðvitað hækkað. Síðan erum við líka með félög eins og Blær sem mjög áhugavert byggingafélag sem við komum að stað þetta tekur allt tíma það tók mig 2 ár að koma að Blæja af stað bara að selja hugmyndafræðina af því að það þarf ekki alltaf að vera óhagnaðardrifið það hægt að byggja hagkvæmt og leigja á miklu lægra verði heldur en markaðurinn að bjóða upp á og koma þá til móts við aðra tekjuhópa. Það mjög margir sem að komast ekki inn í Bjarg að þeir aðeins að háa tekjur og þetta verkefni gekk fullkomlega upp og ástæðan fyrir við fórum í Blæverkefnið að við vildum byggja húsnæðisfélag sem var ekki innan stuðningskerfana eins og almenna íbúðakerfisins og það væri svona til fyrirmyndar það sem að til og með skert í Sviss mikið að lífeyrissjóðir eru þar að fjárfesta mjög stóri, ég held þessi með 20-25% heildaregnum í fjárfestingu íbúðarhúsnæði. Á Norðurlöndunum eru lífeyrissjóðir með cirka 10% heildaregnum sínum í íbúðauppbyggingu og fjárfestingu þar. Hérna þetta ekki neitt. Þegar lífeyrissjóðirnir komu inn í Íveru, gömlu heimavelli og keyptu þá reyndar í gegnum fjárfestingasjóð. En ef að íslenski lífeyrissjóð væri bara á pari við Danmörku þá væri þau með 800 milljarða í fjárfestingu inn á þessum markaði og það hægt, þetta getur spilað saman, lægri húsaleiga og það sem fólk líka að kalla eftir, það fyrirsjáanleiki og búsetu öryggi að hafa það ekki hangandi yfir sér á 12 mánaða fresti gæti legan hækkað og mikið og endir á göttunni. Þetta það sem að fólk að kalla eftir og það hægt að gera þetta og eins og við vorum að tala um leigumarkaðinn að búa til heilbriðan og hvað segja, svona eðlilegan leigumarkað vegna þess að þetta ekki valkostur fyrir fólk í dag út af því hvað hann hefur sveiflast. Og það náttúrulega vextirnir og verðbólgan á Íslandi sem að gera það náttúrulega verkum að það allt miklu erfiðara hjá okkur heldur en annars staðar. En það kemur ekki veg fyrir að við getum byggt. Nei, alls ekki. Það fyrst og fremst hefur að verið lóðaskortur. En við horfum ekki döfundarögum á golfvöllinu við Korpúlfsstaði? Já, ég ætla kannski að bíða aðeins með að taka þann slag. Það er ekki að fá með nýmvörð þá. En það síðan í aðgerðapakka 2 sem að þú veist það sem við vorum að kynna rauninni bara hérna var það sem var tilbúið og Úlfarsárdalurinn gat ekki beðið. Hann þarf að fara í ferli. Síðan erum við búin að vera að vinna með sveitafélögunum að lausnum þannig að því að Úlfarsárdalurinn hvort sem að 10.000 íbúðir það þarf meira. Það þarf að hugsa lengra fram í tíman og það þurfa auðvitað fleiri sveitafélög að hvað að segja þau geta ekki fría sig allir ábyrgð að byggja hagkvæmt eða fyrir tekjulegri hópa. Þannig að við höfum verið að skoða með sveitafélögunum hvaða hvatar þurfa að vera til staðar varðandi til dæmis innviðakostnað til þess að byggja inn í hverfi og þá skilyrt að þau uppfylli þá að það sé ákveðið hlutfall sem að fari í hagkvæma og óhagnaðardrifna uppbyggingu að ríkið komi þá með ívilnanir nægilega miklar til þess að brjóta þann flöskuháls
og það það sem við erum erum búin að vera að vinna og sömuleiðis líka bráðaaðgerðirnar. Það eru ríkislóðirnar og það sem við getum gert núna strax. Það er langt komið líka svo vinna. Má ég spyrja um eitt? Þessar 4.000 íbúðir í Úlfarsdal. Það fór svo líka með okkur. Þessar 4.000 íbúðir í Úlfarsdal. Er gert ráð fyrir að það verði eingöngu hlutdeildarlána íbúðir og almennar íbúðir eða líka bara selt út á almennum markaði lóðirnar? Þetta mjög góð spurning. Það sem við höfum verið að skoða og farið víðast í farið heimsækja svona húsnæðisfélög bara í Norðurlöndunum og Evrópu að sko félagsleg blöndun skiptir gríðarlega miklu máli og það sem Svíarnir til dæmis brenndu sig á hvað þeirra milljón íbúðaverkefnið fór á stað 1964 minnir mig og tók 10 ár þeim tókst að byggja rauninni milljón íbúðir að búsettarrými á 10 árum það sem þeir hafa síðan lent í vandræði með einmitt félagsleg vandamál sem hafa blossað upp í hverfum sem hafa ekki verið með góða félagslega blöndun og þetta það sem við erum mjög upptekin af að félagslega blöndin að þú getur ekki farið og byggt heilt hverfið að 4.000 íbúður fyrir tekjulága. Þú veist, það er algjör katastrófa til bæði skemmur á lengri tíma. Þess vegna erum við mjög upptekin að því að þetta þurfa að vera ákveðin hlutföll, það þarf að vera ákveðin blöndun, bæði tekjulega og líka félagslega. Þannig að þetta eiginlega, og við erum með algjör mörk þar á milli. Þú veist, það alveg, rannsóknir hafa sýnt það að ef hlutfallið fer mikið yfir 30-35%, þá ertu bara í vandastadur. Þannig að En hérna 4.000 íbúður og þá 6.000 bílastæði eða hvað? Sko, bílastæði verða ekki vandamál. Þetta ekki eins og til dæmis með Keldnalandið sem inn í svona ákveðinni gíslingu. Það var sko uppálega hugmyndin var að vera með bílastæði á hús og minn að það hafi verið 0,4 bílastæði á íbúð í risastóru sko 7-8 íbúða hverfi. Sem algjörlega sko út úr öllu korti sérstaklega með að við svona þann raunveruleika sem við búum við hérna veðurfar og ýmislegt annað og líka auðvitað það að reynsla til dæmis Svía af bílastæðahúsum ekki góð. Það að segja að þar svona þrýsta neysla og ýmislegt annað. Þannig að það alveg ljóst að þú veist Keldnalandi sem slíkt og borgin alveg meðvituð það að það þarf að fjölga bílastæðum og það þarf að breyta mjög mörgu varðandi sko hugmyndafræðina varðandi keldur til þess að það bara gangi upp að því við erum í mjög góðu sambandi við verktakana stóru verktakarnir IAVF, Jáverk og fleiri hafa byggt upp allt fyrir bjarg og við erum í mjög góðu sambandi við byggingariðnaðinn og án þeirra hefðu við ekki getað byggt upp þessi öflugu félög sem við erum þó með og við erum alveg sammálaðið með, þú veist, ég sé ekki fyrir mér að hvorki fjárfestir né byggingaverktaki muni taka þá áhættu að byggja, ég veit ekki, 500.000 íbúðir eða 100 það sem ekki aðgengi að bílastæði eða að þú þarft að labba kannski 200-300 metra í eitthvað bílastæðarhús og jafnvel 500 metra eða fullt í því og þú þarft að fara næsta, skiljið. Þannig að þetta er í skoðun. Svo náttúrulega líka þetta, því hafa verið heppin að það eru góði verktakar sem hafa verið að byggja fyrir ykkur og þessi félög, en það náttúrulega æði misjafnt hvernig verktakar hafa staðið sig og spurning frá mikil uppbygging, hvernig það verður og þá kollvarpa þessu byggingaeftirlitskerfi. Bara þetta mjög áhugavert að hvað verið að fara að gera. Það verið að fara nýja leið sem held ég bara jákvætt af því að það sem við höfum verið að gera síðustu ár hefur augljóslega ekki virkað. En staðan núna að það eru bara fleiri þúsund íbúðir sem eru ekki fyrir fólk sem býr í þeim, heldur í einhverjum öðrum tilgangi. Það eru sko, ég hef ekki talið það nýlega, en það eru hundruður íbúða sem eru á sölu, byggingaverktakarnir sem þú veist að tala um og þú setir góðu sambandi við og hafa verið að byggja þetta sannarlega upp af því að það eru einu fyrirtæki sem geta byggt blokkir og hús. Þau hafa ekki byggt íbúður sem að fólk hefur áhuga eða ráða á að kaupa einhverjar 2 og 3 svefnherbergja eða jafnvel 1 svefnherbergja íbúður fyrir 200 og 300 milljónir
við erum að sjá sko hverfi þar sem er byggt sko eða hverfi, við erum að tala reiti þar sem er byggt sko við erum að fá sem mest út úr lóðinni sem þú keyptir, að það skín ekki sól inn til fólks. Hámarka arðsemi úr hverjum fermetra. Hvað segirðu? Hámarka arðsemi úr hverjum fermetra. Akkurat, þannig að sko, ekkert af því sem að við erum búin að tala hér leysi sko þann vanda sem að er í gangi núna, sem náttúrulega er bæði vextir og fjármagnskostnaður þeirra sem ætla að kaupa, skilyrði Seðlabankans sko hvað tekjur þú þarft að vera með, jafnvel þú sért einmitt á leigumarkaði og borgar jafnvel sko tvöfalt eða þrefalt það sem þú þyrftir að þú fengir að kaupa, en svo það íbúðirnar sem að henta bara klárlega ekki þeim sem að eru að leita sér að íbúð. Þannig að ég saknaði þess allt úr húsnæðispakkanum að þetta er þið adressað ef ég sletti með aðeins skýrara hætti. En það er kannski... Ef má kannski bara rétt bregðast við, ástæðan fyrir því að þetta var ekki adressað, það er að segja bráða aðgerða hlutin, er að hann er ekki alveg tilbúin. Og við erum búin að vera að vinna í þessu, bara síðan við fengum þennan málaflokk í hendurnar, bara fór að snemma ás, bara í febrúar líka þegar við fórum að kortleggja hvað getum við gert núna. Og það eru þetta verkefni sem að eru svona þéttingatengd ef við getum orðað þessu svoleiðis, en það eru þó verkefni sem ættir að fara í strax til þess að byggja inn í það sem markaðurinn kalla eftir. Hér eru 2000 íbúðir óseldar á markaði og þetta 950 miljón pluss fermetirinn, allt og dýrt. Lánsfjárskilyrði Seðlabankans eru of hörð, þannig að fólk kemst ekki gegnum greiðslumat og svo náttúrulega vaxtastíð er eins og það er allt og hátt. En það sem er í óvissu núna líka. En það má, það er endar sko smá óskiljanleg óvissa varandi vaxtadóminn að hvernig bankarnir stíga núna fram og við sjálfur sér kalla hver ofan í annan að hér þurfi kjöra að versna enn frekar, sem er áhugavert, en sko þegar staðan er svona, eins og hún er akkúrat núna, þá má ekki gerast eins og hefur svo oft gerst, þess að gerist hérna til dæmis eftir hrun, að þá einhvern veginn stoppa framkvæmdir þegar það þurfa einmitt innspýtingu, af því að þetta ástand mun breytast á einhverjum tímapunkti, þetta getur ekki gengið svona til lengdar, bankarnir þurfa að lána. Þetta er bara vara sem þeir eru að selja og þeir þrífast á og þeir hagnast á þessu. Vaxtamunir, sko, bankarnir voru með, sko, í 6 mánuði uppgeri bankana, þá voru þeir með, sko, 3% vaxtamun. Hann er svona 1,5% hérna á Norðurlöndunum, 3%. Verktakarnir, þær sölu sem ég hef séð, þar sem að einstaklingar eða einhver lítil félög er að kaupa kannski 4-6 íbúðir og jafnvel heilu blokkirnar er að fara á verulegum afslætti, meira afslætti heldur en ég sko sjálfur reikna með væri svigrum fyrir. Þetta þýðir það að það er svigrum hjá bönkunum til þess að minnka sína álagningu og lækka vexti. Það er svigrum hjá verktökunum til þess að lækka verðið á þessum íbúðum. En þeir eru að fara í aðra átt, þeir eru konum með nýtt tæki sem eru svona hálfgerð seljendalán í svona formi hlutdeildarlána, þar sem þeir eru svona meðeigundur og þú borgar 5% sko vaxta leigu sem kemur ekki til greiðslu fyrir en eftir á. Ég tók eitt dæmi, 20 milljón krónar lán, ef þú farið í gegnum það kerfi, þá eru verið að borga tæplega 66 milljónir tilbaka af þessu 20 milljón krónar seljendaláni hjá Reyrverk. Ef þú hefur tekið það sem sagt 2015 og þurft að borga það upp 10 árum seinna, núna 25. Þá kann maður reikna bara vísitölu áhrifin og fleira. Auðvitað hefur húsnæðisverð hækkað mjög mikið samhliða því. En þetta er ekki leiðin sem við viljum fara, hvorki með hlutdeildarlánin, né eitthvað svona kerfi sem þarf að skoða og hafa eftirlit með, að við séum alltaf að búa til eitthvað form af lánum eða stuðningi þannig að fólk geti keypt sífellt dýrari eignir. Þú veist, það var ekki hugmyndin með til dæmis hlutdeildarlánunum að gera, þú veist, að hafa kríteríurnar þannig eins og var gert til dæmis í Bretlandi að hjálpa fólki við að kaupa eitthvað sem það hafði engan veginn efni á og festa þá í sessi þá miklu arðsemiskröfu sem að ekki allir verktakar en mörg fasteignaþróunarfélög hafa verið að setja á sína regnir.
Ég vissi þetta yrði fyrirfæra mikið, en við verðum svo líka að fara að taka á öðrum málum. Njótum okkar hérna í fræðslustundum. Ég stekir bara alveg skrifið prófið þessum málum. En má ég aðeins bara kannski henda inn, sko, það náttúrulega ástæðan fyrir því að við erum alltaf á einhverjum stað þar sem að við þurfum eiginlega að fara að byrja upp á nýtt af því að það tókst ekki það sem við ætlum okkur. Grunnurinn auðvitað þessi pólitíska stefna sem að var þéttingastefna sem átti alltaf að vera. Það átti að byggja í Úlfarsárdalnum samhliða þéttingu byggðar til þess að þetta myndi ekki myndast sem það hefur gerst í dag að unga fólkið og fólkið sem tekjulegra kæmist inn á markaðinn. Það var tekið röng pólitísk ákvörðun hjá Reykjavíkurborg á þessum tíma að láta eingöngu byggja á lóðum sem voru í eigu verktaka, fasteignafélaga sem voru margar hverja lóðir sem komu inn í bankan eftir hrunið, var síðan úthlutað og gengur kaupum og sölum. Þannig að þetta svona kannski grunnurinn af vandan sem við sýtum uppi með í dag. Stór hluti vandans auðvitað, það ekki hægt að gera neitt hratt vegna þess að vextir eru eins og þeir eru. Þannig að sko, fólk þarf líka að vera mjög tekjuhátt til þess að komast út á fasteignamarkaðinn og komast í gegnum greiðslumatið. En ég tel í rauninni ef það farið í svona skynsamlegar aðgerðir, við erum ekki að fara leysa eitthvað quick fix núna, en það að fara í það að hraða þessu, setja ekki fleiri starfshópa og drífa þetta bara í gang og vera með tengilið sem að séru með eitthvað verkefnastjóra eða eitthvað sem innan borgarina svo að þetta drífa þetta af. En það annað sem ég velti fyrir mér. Það náttúrulega, það eitt sem ég langar svo að spyrja Ragnar Þóru. Við erum að setja fót sprett út hérna. Ég hef svo mikinn áhuga á byggingagollum því ég unni við þessi máli í 20 og eitthvað ár og kannski verið með mikið af þessum málum og þessi mál fara yfirleitt ekki fyrir dómstóla. Og gallarnir og orðnir fann að hlaupa á nokkur 100 milljónum. Ég sé að það verið að rannsaka þetta hjá Háskóla Íslands og það komin einhver bráðabirgðaniðurstöður. Ég sé nú í fljótu bragði, ég þekki nú ekki þessa vinnu, en sé í fljótu bragði það vantar nú ýmislegt þar inn. Sko, byggingagallatryggingin. Þetta kerfi sem var ákveðið hérna að byggingarstjórarnir myndir hafa eftirlit með sjálfum sér og þeir auðvitað komist upp með það sem að hafa ekki sko byggingaraðilarnir sem vil ekki fara eftir lögum og reglum og láta byggingarvörðunar uppfylla íslenska kröfur og byggingarstjórarnir sem vildi ekki fara eftir eftirlitinu, að það á að koma þessu frá og þá að setja upp þessa byggingagallatrygging og í dag það starfsábyrgðartrygging byggingarstjóra og hönnuða sem í dag 20 milljónir en iðnmeistararnir bera líka ábyrgð en þeir hafa enga tryggingu þannig að fólk ofstundu bara að fá 5% jafnvel úr tryggingunni af gallunum. Það verið að tala hérna byggingarstjóra tryggingu að danskri fyrirmynd og ég sé aldrei neitt meira þetta vegna þess að þetta var það var reynd seljandatrygging hérna á Íslandi 2006-2007 tryggingafélagi sem byrjaði með það hætti mjög fljótlega með hana. Kúltúrin svolítið annar í Danmörku, þeir byggja ekki svona opaslega göllu hús eins og við megum samt ekki gleyma því að meiri hlutin af verktökunum sem að byggja að gera þetta vel og í rauninni en byggingarstjóra gallatryggingin búið að ræða þetta og komin lending í þessu máli með tryggingafélögum. Eru þau til í það að vera með einhverja tryggingu sem að gildir þá í 10 ár eftir að hús eru byggð, jafnvel verktakinn löngu farin á hausinn, tryggingarnar dýrar, sjálfsábyrgðin. Ég er svo forvitin, ég hef ekkert séð neitt umræðuna það, hvernig umræða ríkisstjórnarinnar er viðræði við tryggingafélögin, hvernig þau eru, hvort að þetta sé komið eitthvað á stað, þessu umræða. Það verður á þinginu í vikunum. Ég skal viðurkenna það að ég er ekki inn í hvar það máli statt. Okay. Ég þekki það ekki, en hins vegar get ég sagt að eins og með Bjarg og okkar reynslu bara í þessum bransa að sko eftirlit eða rauninni tryggingar það er mikið af slugsun hann úti sem er að byggja og mikið af göllum en get svo sagt það að af þessum 1300 íbúðum sem við höfum byggt hjá Bjargi þá allar verið á kostnaðaráætlun eins og einasta. Það er allar verið á tímaáætlun sem ég held að sé fáheyrt í íslenskri byggingarsögu og það er ekki komið upp einn einasti galli í því sem við höfum verið að gera og þetta er og þetta eru bara ef að fasteignaþróunarfyrirtæki og verktakar vinna vel saman og það er metnaður í að gera hlutina vel þá er það vel hægt en þú kemur aldrei í veg fyrir þá sem eru tilbúin til þess að fara einhverja styttri leiðir í uppbyggingu og þar að leiðandi mikla og vonda galla. Þá segir bara eins og amma Guðlátt gott að vita. En hérna förum við svona í við höfum talað byggingar en hérna á næstu lóð það er Valhöll
og það er búið að taka sko megin hlutana af bílastæðunum þar til að byggja hús og þeir hafa fengið 500-700 milljónir eitthvað fyrir byggingaréttin hérna og nú ætla þær að selja Valhöll og enda ekki Ég var að skoða þetta fyrir flokk fólksins sko, það er mikið að flytja. Já, þetta hús. Nei, þetta var bara grín sko. Þetta var, það er kannski sko, en reyndar hefur Sjálfstæðisflokkurinn held ég aldrei verið í öllu húsinu en það er saman, þetta er hérna Sjálfstæðisflokkurinn, það er bara verið að róta öllu til, að reka fólk fram og tilbaka, selja Valhöll sem fengu afhenda skuldlaust fyrir 50 árum. Ég þurfi náttúrulega að koma með forma núna sem að... Sko til söfnum sjálfur fyrir mig, mikil rekstra kona, búin að vera í ísgerð lengi, þannig að hún ekki bara að taka til í... Eitthvað að setja í fristi og taka úr fristi og svona. En hérna, þetta er mjög áhugavert, sko, ég vinn hérna náttúrulega bara rétt hjá og hérna efst á Laugaveginum og ég hjóla hérna fram hjá hverjum degi og þetta er hættulegast í hlutin og hjólaferðina að hjóla upp hérna því að það vantar alltaf gangstéttir að hérna og þú sérðu ekkert þarna fyrir byggingákrun og búið að vera núna í nokkur ár en þetta hlýtur nú að fara að klárast. Það er engin hjáleið eða neitt sko? Nei, í raun ekki, sko, ég gæti náttúrulega eitthvað aðeins lengt hérna leiðina en gera það ekki, tek sénsinn en sko mér finnst þetta alveg rosalega áhugavert og ég held að sko sko þetta hús er svo mikið þótt að þeir hafi náttúrulega ekki verið í öllu húsinu að þá hefur þetta hús verið svo mikið tákn fyrir veldi Sjálfstæðisflokksins og svo náttúrulega hefur við hlustað á sjálfstæðismennina í borginni tala á móti þéttingastefnunni en þegar kemur að þeirra eigin lóð þá bara, þú veist, er drita niður hérna blokkum allt í kring sem að í raun svolítið skyggir í raun svolítið á þetta tákn og þetta tákn held ég að hafi verið hjá þeim nú ætti ég náttúrulega að þegja og ekki vera að gefa Sjálfstæðismönnum hérna ókeypis ráðgjöf en þetta hús hefur verið gríðarlega verðmætt tákn fyrir þeirra veldi og stöðu í borginni nú sést alltaf í það og nú að selja það líka og ég heyrði eða las eitthvað viðtal við Guðrúnu þetta og hún náttúrulega gerir hérna kröfu á mjög mörg bílastæði sem kemur ekki óvart en sko ég veit ekki hvert eru það að fara það að fara í Ármúlan eða hérna ætlaðu þið að Það er nú engin bílastæði í Ármúla ég er einu stundum að leggja þar Er þið ekki bara að fara í Úlfarsdal? Bóttið Þetta er bara mjög áhugavert sko að Borgartún 35 væri hérna fengið neðstæðina þar fengið neðstæðina þar það var hjá viðskiptaráði og samtökum atvinnulífsins og öllum það er stutt að fara já, ég meina þetta halda marga leynifundi þar bara í lyftunni sko þetta er sóknarfæri fyrir þau þetta er eitthvað sko eins og Jón Magnússon sjálfstæðismaður var að skrifa það að þetta er að vera á sko, mætti ekki verið í miðbæ það sem eru ekki bílastæði og svona þetta verið að vera hús, ekki bara hluti úr einhverju Það hafa aldrei verið að mörg bílastæði í miðbænum og akkur núna. Það er fólk sem fer aldrei í miðbæin sem heldur því fram að séu engin bílastæðar. Þau eru náttúrulega bara undir öllum miðbænum orðið. Þetta er mjög dýrt að leggja í miðbænum. Ég kannski býði bara lóð þarna í Bjólusandal. Við hliðina leikskólanum. Já. Herru, nú verð ég eiginlega að fara að þakka okkur fyrir komuna. Við erum að vera búið með tíman okkar. Nefnum ykkur brenni sérstætt í... Ímislegt, Sigurjón, ímislegt. Við býðum með það tökum helmingi. Herru, ég þakka okkur fyrir. Takk fyrir. Margrét, Ragnar Þór og Guðfinna Jóna. Og hér eftir er það Guðrún Nordal, professor og forstöðumaður Árnastofnunar, Arnar Eggert Thoroddsen, aðjúnt við Háskólann og Bragi Valdimar Skúlason, stjórnandi Kastmáls, Bakkalútur og margt fleira. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.
Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.